Já, komið sæl. Við byrjum að líta yfirlitskortið að það var nú helgalaðin sem hefur stjórnarveðrinu hjá okkur undanfarið. Hún nú komin út á sjónarsviðinu og við tekur háþrýstisvæði sem ætlar að stjórna veðrinu hjá okkur næstu daga og það þýðir að við fáum bara alveg þokkalegasta veður, verðum allavega laus við alla læðagang núna næstu út vikuna. En ef við skoðum hitasviðið að þá erum við nú að sjá smá breytingar því að kaldaloftið hérna fyrir norðan okkur það að sækja nú að og við sjáum svona hvernig blái liturinn kemur hérna hægt og rólega inn á landi sem þýðir að það verður kólnandi veður hjá okkur. En á morgun verður lítur Íslandskortið svona út, það snýstist í nótt til suðvestlægrar áttar og það gæti orðið svolítið strekkingsvindur hérna á norðvesturlandi svona á morgun, en annars staðar ætti nú vindur að verða hægari og svona almennt verður nú svona bjart veður á landinu, það verður léttskýjað á norðausturhorninu en svona sunnan og vesturlands verður þetta nú vantilega svona mestu háskýja breiða og hitastigið á bilinu kannski svona 9 til 15-16 stig. Nú síðan áfram á þriðjudeginum að þá förum við að sjá norðanáttina koma inn og það þýðir það að hitatölurnar fara að falla hérna fyrir norðan, sjáum að hitin víða 5-6 stig og líka má búast við einhverju vætu þó að hún verður nú kannski ekki í miklu magni. En hérna við sunnan og vestan til sjáum við að það verður bjart veður og hitatölurnar verða svona á bilinu kannski 12 til 13 stig þar sem að verður hlýjast á Suðurlandi. Og síðan áfram á miðvikudeginum að þá erum við ennþá með 5-6 stiga hita fyrir norðan, norðanáttin ennþá svona til staðar þó hún sé kannski svona aðeins farin að ganga niður og það verður svona almennt svona þungbúið á landinu og jafnvel einhver væta fyrir norðan en hitinn hann verður svona það verður svona hlýjast hérna við suðurströndina þar sem við erum að tala um 10-12 stig. Og á fimmtudeginum að þá á að létta verulega til hjá okkur, væntanlega verður þá hægbreytileg átt á landinu og léttskýjað víðast hvar og hitatölurnar svona í kringum 10 stigin. En ef við skoðum hvað gerast í kringum okkur að þá sjáum við hérna þessa helgalaðin okkar sem nú komin til Noregs og veldur rigningu í Suður-Noregi en annars nú víðast fínasta veður og léttskýjað bæði í Helsinki, Stokkhólmi og Kaupmannahöfn. Farið að svona létta til á Bretlandseyjum og svona almennt fínasta veður á meginlandinu, helst að það séu einhverjar skúraleiðingar á Balkanskaganum. En í Grikklandi og Ítalíu gert ráð fyrir að verði heiðskýrt og hitatölur nálægt 30 stigum þar sem hitin verður hæstur. Við förum síðan að Atlantshafinu að þá sjáum við hérna leifara fellibylinn Danielle sem nú að koma upp að Íberíuskaganum og þá verður væntanlega hellirigning í Portúgal á morgun og þungbúið á Spáni en í Frakklandi ætti að verða léttskýjað og það líka nokkuð hlýtt hitatölurnar að skríða yfir 30 stigin sem ansi gott svona með að það komi vel inn í september. Og ef við förum til Kanaríeyja þá ekki hægt að kvarta yfir veðrinu þar svona hæg vestlæg átt léttskýjað eða heiðskýrt og hitatölurnar milli 25 og 30 stig. Nú síðan ef við förum vestur hafa þá nú ansi blautt hérna við austurströndina, það eru svona lægðakerfi og skilakerfi sem liggur hérna raunum frá vötnunum miklu og með allra austurströndinu og inn á Mexíkóflóann en síðan þegar við förum hérna vestur á bógina þá léttir til og hlýnar. En hjá okkur á morgun verður svona suðvestlæg átt, ansi gæti orðið svona nokkuð stíf hérna norðvestan til, annars staðar hægari og léttskýjað á norðausturlandi. Látum þetta duga að vera í kvöld, verið sæl.